Skulum skoða þetta dæmi hérna. Við erum með fall sem skilgreint á bilinu 0 til 2. Það sem sagt formegi fallsins og út kemur rauntala. Og það gefið með formúlinu f af x er eftir sínus af x í öðru. Og svo okkar að ákveða fyrir hvaða gildi á x, f af x hefur staðbundin hágildi annars vegar og staðbundin lággildi hins vegar. Og þegar við erum að finna staðbundin hágildi og lággildi, þá skoðum við afleiði fallsins. Þannig að við byrjum á að diffra sínus af x í öðru. Og þegar ég diffra sínus af x í öðru þá þarf ég að nota keðjuregluna, hérna ytra fallið sínus og innra fallið x í öðru. Þannig að ef að ytra fallið diffraðar kósinus af x í öðru, og því að sínus diffraði kósinus, sinnum innra fallið diffrað, það verður sem sagt 2x. Þannig að þetta afleiðan. Og svo athugum við hvenær er afleiðan jafnt á 0. Nú það gerist ef x er jafnt á 0. Þannig að ég er með margfeldi að tveimur stærðum hérna, og þannig að til þess að margfeldi verið 0 þá þarf önnur stærð en að vera 0, að minnsta kosti. Þannig að ef x er 0, það er með 0 sinnum eitthvað, það er 0. Og líka ef kósinus af x í öðru er 0. Og þá þarf maður að kunna til að vita hvernig þetta er 0, þá þarf maður að kunna þess á kósinusfallið. Og við vitum að kósinus er 1 þegar x er 0. En svo leið og x, hérna, þetta verður pi deilt með 2 hérna inni, þá fáum við 0. Kósinus jáður, lotubundi fall. Tekst mér á grómynd. Hérna er það 0 í pi deilt með 2 og hérna er það 0 í 3 pi deilt með 2 og hérna er það 0 í 5 pi deilt með 2 og svo er það aftur 0 í 7 pi deilt með 2 og sannarlega líka 0 hérna í mínus pi deilt með 2 og svo framvegis. Þannig að þú veist, það gerist óendanlega ofta að þetta fall verði 0. Nú erum við akkurat bara á bilinu 0 til 2, þannig að við þurfum bara að hugsa hvenær gerist þetta að, sem sagt, hvenær gerist það að x í öðru verði oddatala sinnum pi deilt með 2. Og ef við segjum, ef við ætlum að tákna einhvern veginn oddatölu, þá get ég gert það til dæmis svona, 2n mínus 1, þar sem n er náttúruleg tala. Svo að þetta virkar vegna að 2n mínus 1 er alltaf alveg sama hvað heildtölið setjum inn, þá fæ ég alltaf út náttúrulega tölu og það sem er oddatala. Svo að ef ég setjum 1, þá fæ ég 2 mínus 1 sem er 1 og ef ég setjum 2 þá fæ ég 4 mínus 1 sem er 3. Ef ég setjum 3 þá fæ ég 6 mínus 1 sem er 5 og svo framvegis. Þetta er bara oddatala sinnum pi deilt með 2. Ok, svo er ég með það x er sem sagt plus eða mínus og rótin af þessu. 2n mínus 1 sinnum pi deilt með 2. Ok, fyrir hvaða x er ég hérna á bilinu? Svo að x má bara vera á bilinu 0 til 2 í mínu tilfelli. Það er hérna það sem er gefið hér. Og þá er ég sannarlega ekki með mínusrótina hérna. Þannig að ég geti sagt hérna, það er plus hérna, vegna þess að x er örugglega stærri en 0. Ég veit það. Ok, hvenær er þetta minna en 2? Þá segi ég, ok, ef að n er 1 hérna, þá er ég með rótin af pi deilt með 2. Og það er sannarlega minna en 2. En ef að ég segi x er rótin af 3 pi deilt með 2, þá er ég strax komið með eitthvað sem er meira en 2. Og þá er ég komin út fyrir bilið. Þannig að á bilinu mínu hérna frá 0 upp í 2, þá gerist það bara einu sinni að þetta verði 0. Þannig að ég skrifa hérna. Lausnin á þessari jöfnu á bilinu mínu er að x er jafnt og rótin af pi deilt með 2. Það gerist bara fyrir þetta. Ok, ég get þá fara að flokka hvort ég sé að tala um hágildi eða lággildi og munum að hérna, já, punkturinn 0 var með og segja 0 er einn endapunkturinn hérna sem er sannarlega með, þannig að það getur vel verið hágildi eða lággildi, staðbundi hágildi eða staðbundi lággildi. Svo er mér rótin af pi deilt með 2 og svo er gott að skrifa inn á hérna talnalínu og sína endapunktin, hinn endapunktin, því það getur líka við staðbundi hágildi eða lággildi. Svo skrifa ég f diffra hérna. Og ég veit að það er 0 í 0 og 0 í rótin af pi deilt með 2. Og svo gá ég hvernig er formmerkið á afleiðinu hérna á milli. Og ég seti inn einhverja tölu og segja að ég seti inn 0,1 eitthvað, þá fæ ég plustölu, þannig ég veit að þetta er plus á allir þessu bili. Og svo seti ég inn einhverja tölu, ef ég segja 1,9 og fæ ég eitthvað sem er mínus hérna. Skrifum þetta bara svona. Ok, þannig að fallið mitt sjálft, þetta er sérst afleiðan. Afleiðan er plus, fallið er sérst vaxandi, afleiðan er mínus, fallið er sérst minkandi. Við getum skrifað þetta með að segja fallið hérna, ekki afleiðan, er vaxandi og svo minkandi. Þannig að við erum eitt staðbundi hágildi, það er akkurat hérna,
hérna með vaxandi og svo minnkandi fall, þá veit ég með staðbundið hágildi hérna á milli. Þannig að f af x hefur staðbundið hágildi. Þegar x er rótin af pi deilt með 2. En hér þá er ég endapunkti og ég er í vinstri endapunkti og svo kemur positív afleiða, sem sagt vaxandi fall, þá veit ég þetta var lággildi. Aftur á móti hér er ég hægri endapunkti bilsins og afleiðan vinstra megin var neikvæð, sem sagt minnkandi fall, og þá veit ég líka til lággildi. Þannig að f af x hefur staðbundið lággildi. Í x eftir 0 og x eftir 2. Mikilvægt að muna hérna eftir endapunktunum. Nú vorum við reyndar heppin að annar endapunktunum var 0 stöð, þannig að það var augljóst að maður eftir að skoða hann. En þurfum að muna alltaf þegar við fáum falli gefið á svona lokuð bíli eins og hérna, að endapunktanir er alltaf annarkvort staðbundið hágildi eða staðbundið lággildi. Og hér er ekki spurt meira, hér er ekki spurt hágildi eða lággildi, eitthvað slíkt sem við gætum að sjálfsögðu fundið með því bara að setja punktana einfaldlega inn í fallið og sjá hver er hæsti punkturinn og hver er lægsti punkturinn. En við þurfum þess ekki hér, þannig að við höldum áfram bara með næsta dæmi og segjum þetta gott um þetta.